Nýr forstjóri Bankasýslunnar með minni menntun og reynslu af fjármálastörfum en aðrir umsækjendur. Hann gegndi trúnaðarstörfum fyrir Framsókn í mörg ár. Páll Magnússon, nýráðinn forstjóri Bankasýslu ríkisins, sá umsækjanda starfið sem minnsta reynslu hefur á störfum fyrir fjármálastofnanir. Stjórnarformaður Bankasýslunnar neitar því að tengsl Páls við einkavæðingu bankana sé ókostur fyrir starfið. Erla Hlynsdóttir. Þegar menntun umsækjanda skoðuð virðist sem Kolbrún Jónsdóttir og Ólafur Örn Ingólfsson sé með bestu menntunina fyrir starfið. Þegar litið til starfsreynslu reynsla Ólafs áberandi mest. Páll því með minnstu menntunina og minnstu reynsluna þegar kemur að störfum hjá fjármálastofnunum. Það rétt hjá þér að Páll skoraði ekki fremstu umsækjanda á þessu sviði, en heildarmatið sem sagt var honum í vil, en það náttúrulega margir þættir sem eru metnir. Var ekkert eitt sem að gerði útslagið með Pál? Nei, ég myndi ekki segja að það var eitt kannski. Hann stóð sér mjög vel í viðtölum og kom vel fyrir og fekk mjög góð meðmæli. Þorsteinn nefnir sérstaklega að Páll hefur víðtæka reynslu úr stjórnkerfinu og það hafi vegið þungt. Trúnaðarstörf fyrir Framsóknarflokkinn eru áberandi á ferilskrá Páls. Var það pólitík sem að þarna réði ríkjum? Nei, það var alls ekki nein pólitík. Páll var aðstoðarmaður Valgerðar Sverrisdóttir, fyrrverandi viðskiptaráðherra, þegar bankanir voru einkavæddir. En nú hann óneitanlega nokkuð tengdur einkavæðingunni og þessi einkavæðing var gagnrýnd í rannsóknarskýrslu Alþingis. Finnst þér þetta ekki óheppilegt? Við ákomum að líta ekki til þessa sérstaklega þegar í ráðningarferlinu og töldum það við höfum ekki rétt til þess í raun og veru að setja neitt mínus á hann fyrir þetta atriði sérstaklega.